Góðan daginn, þá ætlum við að fara yfir Google Forms, hvernig maður á að setja upp könnun á sem einfaldastan hátt, þannig að allar stillingar séu réttar og þannig. Og við byrjum á því að fara inn í Google Apps hérna, sem hérna við í punktadótinu hérna, og hjá mér er Google Forms alveg hérna neðst niðri. Það getur verið að maður þurfa að fara hér inn í More from Google, en þetta er allavega hér hjá mér. Þá er ég komin inn í það, hér eru allar mínar, það sem ég hef gert áður, en núna ætlum við að fara bara beint í það að búa til nýja. Þannig ég fer bara hérna á plúsin og gerir blank. Vel þetta, eða ætlis ekki auð ef þið eru með þetta á íslensku. Þannig ég smelli á það og það þarf að byrja á því að búa til titilinn. Vegna þess að það er svo mikil hætta að maður gleymi því en maður gerir það ekki strax. Og ég ætla að gera könnun hvar borðaður mestur ís. Ég get sett hér inn einhverja lýsingu, til dæmis við erum nemendur, eða ég er nemandi í einhverju skóla. Það er ágætt að hafa einhverju svona lýsingu, getur jafnvel sagt, og viljum við tekur 2-3 mínútur, getum að sett hérna inn í að taki 2-3 mínútur á svarinu og hvort að viðkomandi vilji vinsalegast svarinni. Þá er ég komið með það, ég komið með skýringuna og ég komið með titilinn og næsta sem ég get farið í er spurningin og hér vel ég hvernig spurningagerð ég vil hafa. Á þetta að vera svona multiple choice sem ég get valið úr mörgum liðum eða krossaspurning. Vil ég hafa það eins og hérna box sem á að tjekka í eða vil ég hafa það svona lista þar sem þarf að opna. Og ég mun gera bara 1-2-3 spurningar af hverju þannig að þið sjáuð munin. Og ég ætla bara að byrja á því að hafa spurningarnar breyturnar sem koma fyrst og þar ætla ég að hafa allar multiple choice. Þannig að þá byrja ég hérna bara á því að ég vil hafa spurningu sem heitir hvert af hvað kyn ertu eða eitthvað svoleiðis. Karl, bæti við hér kona, annað eða kynsegin eða eitthvað annað orð sem að þið kjósið að nota, en það verður að bjóða upp á möguleika hér líka því það eru fleiri heldur en bara karl og konur og vonandi sem koma til með að svara hjá ykkur. Þannig að nú er ég búið með eina spurningu og þá fer ég bara yfir í næstu og það fer ég hér í plúsin og þá vel ég næstu spurningu. Ég gleyma að gera spurningamerki, endilega ekki gleyma að gera ef þetta eru spurningar að hafa spurningamerkið á eftir. Ég ætla að gera næstu spurningu og það er búsetan. Af því að mig langar að skoða hérna hvar á landinu borðaði mestur ís, ekki bara hvort það eru konur eða karlar sem borða mestan ís, heldur hvar á landinu þau búa. Þannig að þá skrifa ég bara höfuðborgarsvæðið af því að ég ætla ekki að hafa það neitt njörfa meira niður. Ég gæti skrifa Reykjavík, Hafnarfjörður og alla staðina en þá er bara lengri listin og þið ráðið því náttúrulega hvað þið viljið hafa það nákvæmt. Ég ætla bara að skrifa höfuðborgarsvæði, ég ætla að skrifa Norðurland. Ég komið með hérna alveg langa lista yfir búsetuna. Næsta spurning, hvað myndi ég vilja vita fleira? Ég vil vita sérst hvort það eru fleiri konur eða hvar karlar og ég vil bara fá að vita hvar á landinu flestir borða ís. Þannig ég er bara með þessar 2 breytur. Kannski vil ég líka vita aldurinn. Það gæti verið skemmtilegt að setja upp af hvað aldri eru þeir sem borða mestan ís. Þannig að þá set ég sem sagt hérna bara aldur. Borga sig að hafa þetta ekki mjög þung og miklar spurningar, heldur bara einhver einföld orð og þá myndi ég bara skrifa hérna yngri en 20 ára til dæmis, yngri en 20, 21 til 30 og halda svo áfram niður. Þá er ég búin að setja aldurinn og ég vil fá bara sem flesta til að svara og fá að sjá úr hvað aldurshópi fólki er. Þannig að þá er ég með yngri en 20, 21 til 30, 31 til 40, 41 og svo framvegis og svo er ég með eldsta hópin saman í 71 og eldri. Þá er ég komin með þennan bakgrunn eða bakgrunnsbreyturnar sem ég langar að hafa.
og get snúið mig bara beint að spurningunum. Og nú ætla ég að hafa einhverja aðra gerðir þannig að þið sjáu hvað er hægt að gera meira heldur en bara multiple choice. Þannig að nú ætla ég að gera nýja spurningu og hún á að vera checkbox og það breytist þetta bara í svona box í staðin fyrir að vera hringirnir eins og voru áður. Og þá er bara fyrsta spurningin, allt sem snýst ís, borðar þú ís? Og það er bara já eða nei. Annarkvort borðar maður hann eða ekki, þannig að ég gæti haft stundum eða eitthvað álíka, en það væri kannski frekar í spurningu sem héti hversu oft. Þannig ég geri nýja spurningu, best að hafa 2 spurningar sem eru eins og þessar. Hérna svona checkbox, þannig að þá setjum það hérna aftur. Hversu oft borðar þú ís? Og til þess að hafa möguleikina ekki of marga þá ætla ég að setja þetta einu sinni í viku eða oftar, aðra hverja viku, einu sinni til 2 í mánuði og ég vil fá fleiri spurningar. Ég vil fá spurningu hvort fólk ferði í ísbúð eða borðar ísinn heima. Þá er það bara já eða nei líka. Nú skulum setja það bara í ég glemdi hérna ferði í ísbúð og ég glemdi að setja hana hvernig ég ætla að hafa hana og ég ætla að hafa það bara drop down og þá setjum ég hérna bara inn já eða nei. Komið með hérna einhverjar aldurspurningar, ég er með borðaru ís, hversu oft borðaru ís, ferðu í ísbúð, þannig er vitleysa, mjög mikilvægt að hafa þetta rétt stafsett, ferðu í ísbúð, já eða nei, kaupir þú ís í búð og ferð með heim, já eða nei. Þannig þetta er mjög einfaldir svarmöguleikar sem ég er með og núna þarf ég að spá í hvort að það verður að svara þessum spurningum eða ekki. Við skulum bara byrja á því að hér stendur að ef ég merki ekki við þetta hérna sem stendur required að þá getur fólk sleppti að svara spurningunni og ég vil það ekki, ég vil fá svör við öllum spurningunum mínum. Þannig ég merki hérna required og ég fyrir alla spurningarna mínar og merki við required af því ég vil fá að vita svörin. Það með ekki sleppa einni spurningu úr. Þá er ég komin með alla spurningarnar, það verður að svara þeim öllum. Ég get sett einhvern haus hérna í þannig að þetta verði myndrænna. Ég þarf ekki að gera það en það er hægt. Þannig að þá fer maður eða breyta hérna lit, setja eitthvað þema. Ég geti farið hérna inn í Customize Theme og velja mér þetta er fjólublátt litirnir hérna hjá því og hafa background color sem núna er hann ljós fjólublár en ég vil kannski bara hafa þetta appelsínugult sjáu þið, þá breytist bakgrunnurinn hér og þetta hérna uppi. Þetta er nú ekki mikið sem maður getur gert. Svo er það font style sem maður getur breytt, hann er basic en ég get breytt hérna eitthvað aðeins og haft hann eitthvað aðeins öðru ef ég vil. Síðan get ég farið í það að setja mynd og þá get ég bara farið í og valið hérna einhverja myndir, er það vinna eða eitthvað hérna bara sem er í hérna kerfinu og insert og þá kemur það hér uppi. Þannig að þegar ég skoða núna, ef ég vil fá skoða könnunina mína, nú langar mig að skoða hana, þá fer ég í augað og gerir preview. Þá sé ég hvernig hún lítur út. Hér er ég með ísinn sem er bollakökur. Hér er ég með spurninguna eða hvað rannsóknin er og síðan kemur hérna hvað kyn ertu, það er búseta og það er aldur, borðaru ís og þetta er allt stjörnumerkt sem þýðir að það verður að svara öllum spurningunum og hér verð ég að velja að sjá þið já eða nei í felliklukkanum. Nú fer ég bara tilbaka af því að þetta var bara skoðunin, þannig að ég er komin hingað. Hér er ég með bara könnunina eins og hún lítur út. Hér myndi ég sjá hvort einhver búin að svara. Þetta er sérst questions og í responses ef ég smetla á það að þá sé ég að það er enginn búin að svara könnuninni sem er allt í lagi því þá enginn vera búin. Hér ger ég þetta á að vera svona að ég ætla að samþykja svör. Síðan eru það stillingarnar. Ég get stilt ýmsa hluti og ég get líka láta hann að fylgjast með ákveðnum hlutum. Ég get til dæmis safnað tölvupóstföngum þannig að ég sjái hverjir hafi sent inn en það er eiginlega eitthvað sem maður sleppir í svona litlum
skólaverkefnum vegna þess að það miklu minni líkur á að fólk svari ef það þarf að setja inn einhver upplýsingar sig. Það svarar miklu frekar ef að það getur farið beint inn í könnunina, svara henni og búið. Þannig að nú skulum við fara í stillingarna sem eru hér í tannhjólinu og þá segir hún hérna collect email addresses. Ef ég merki hérna við að þá setur hún að það er að gera það, en ég vil ekki gera það, þannig þið takið þetta, hafið þetta aukt. Þið getið haft require sign-in og þá er það hver og einn getur bara svarað einu sinni. Þannig haka ég hér við og þá þurfa viðkomandi að vera með sign-in í Google, sem sagt vera með Gmail adressu. Og þið vitið ekkert hvort að fólk er með Gmail adressu ekki ef þið ætla að setja þetta á Facebook til dæmis, ef þið ætla að leggja könnunina fyrir þar í ykkur hópa. Þannig að það borgar sig að sleppa þessu hér. Síðan er hægt að fara hérna í presentation og þar er hægt að sjá eitthvað progress bar, þar er hægt að rugla spurningunum og það er hægt að fá link og það er hægt að láta senda hérna confirmation record. Ég held að þetta sé bara takk fyrir. Við getum sett bara takk fyrir hérna. Við skulum bara allavega að prófa það. Hér aftast er quizzes og ef við opnum það þá sjáum þið að þetta á ekki við könnun. Þetta er meira eins og ef þetta væri próf að þá myndið þið vilja hafa þetta hérna. Þannig að við erum komin með það sem þarf að gera, þannig að við gerum bara save á þetta og núna vil ég láta senda þetta til þess að fólk geti tekið þetta, þannig ég smelli á send og þá spyr hún hvað á að gera. Sérst á að safna e-mail adressum og við vildum það ekki. Ætlum við að gera þetta í gegnum e-mail? Ætlum við að fá bara link? Eða ætlum við að láta fá svona embed code sem við setjum inn á vefsíður? En við viljum það ekki, við ætlum bara að nota tengil. Þannig við smellum hér á og þá fáum við þessa rosalega löngu slóð og ef við högum hér í shorten url að minnka urlið að sjáu þá eru þið búin að minnka það þannig að þetta verður auðveldra að eiga við það og notum svo bara Ctrl og C eða copy og þá getið þið kópirað þetta hér inn á Facebook og nú ætla ég að svara þessu nokkru sinnum til þess að leyfa ykkur að sjá hvernig þetta lítur út þegar búið er að svara. Hér er ég að svara að ég borða ekki ís og þá lendi ég í vandræðum vegna þess að ég set hérna nei og hér er bara gert ráð fyrir því að ég sjáu þið borði ís, þannig ef ég gerir núna submit þá segir hún við mig að ég verð að svara. Þannig að ég sem borði ekki ís, ég get ekki svarað þessu hérna. Þannig að hér vantar inn í könnunina að það þyrfti að vera ég borði ekki ís og hérna ég borði ekki ís og ég borði ekki ís. Til þess að geta svarað þessu hérna. Munurinn á því ef ég svara multiple choice eða textboxin, nú ætlum ég að sýna ykkur það. Nú er ég Karl hérna sem er að svara þessu hér og hér er ég með multiple choice og ég svara höfuðborgarsvæðið, Vesturland og Vesturfirðir. Ég get bara valið einn. Ég get hérna líka bara valið einn. Ég er yngri en 20 ára, borðaru ís, hér get ég merkt í báða og hér gæti ég merkt í alla reytina. Ferðu í ísbúð? Já. Eða ferðu í ísbúð? Nei, ég get ekki valið nema einn lið hér og kaupuru ís og ferðu með heim að hér get ég líka bara valið einn. Þannig að nú segi ég bara já við þessu og þá kemur fyll í þessu svari þegar að þetta svar kemur fyrir. Og sjáu þið, þetta hér, sem kemur hér, að þetta er textin sem ég setti þarna aftast. Þannig þið getið sett takk fyrir að svara þessari könnun eða eitthvað þess aftur. Það er mjög algengt að fólk gerir það og það er bara svona notalegt að fá svona smá takk. Nú er ég komið tilbaka í könnunina og þá sé ég að ég er búin að fá 6 svör. Hérna, responses eru 6. Þannig ég get farið hérna beint inn í, smellt bara þetta hér og þá sé ég strax 33% eru hérna annað, 33% eru karlar, 33,3% eru konur. Búseta, fólk langflestir eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu sem svara þessari könnun. Aldurinn
að það eru þessi fjólublái, það er 51 til 60, þessi dökkblái yngri en 20 ára, þannig að ég sé hérna aldurinn, og síðan kemur borðar ís. Það er já eða nei. Það er sérst flesti sem borða ís. Hversu oft borðar ís í viku? Að þá fæ ég svörin hérna, sjáu þið, alls konar svör, og ferðu í ísbúð, 6 responses, kaupir ís og fer með heim. Þannig að það er aðeins munur á því hvort að ég er með, ef það eru multiple choices þá fæ ég þessa köku. Ef ég er að nota annað form að þá fæ ég hérna eins og borðaru ís, að þá er ég að nota, sjáu þið, hvað eru spurningarnar, borðaru ís, hvað er þetta, að þá var ég með kassana og kassarnir eru hér. Þannig að hér sé ég aðeins mun á því, þannig að þetta er líka svolítið hvernig ég vil láta þetta líta út, hvort formið ég vil nota. Núna er ég ekki með neina tengingar við breytuna mínar, þannig ég þarf að finna leið til þess að reikna út, til dæmis, hversu margir karlar eru það sem að hérna borða ís. Er það fleiri karlar eða er það fleiri konur? Þannig að ég vil ætla að vera með annað vídeo sem að sýnir þetta.